Daglína er lína sem hefur verið dregin frá norðurpól til suðurpóls í gegnum Kyrrahafið. Hún siksakkar aðeins á milli eyja. Það er ekki gott að hafa daglínunni gegnum einhverju lönd. Þess vegna er þetta í Kyrrahafinu. Þetta liggur nokkurn veginn með lengdarbaug sem er upp á 180 gráður. Þetta er svo nokkurn veginn á sama stað. Og þessi lína afmarkar hvar dagur, sem sagt einn dagur byrjar og annar endar. Þetta virkar í raun þannig að ef að það er miðnætti á daglínunni, það þýðir að sólin er akkurat hinum megin, þá er hún að skína um það bil á London, að þá er sami dagurinn allstaðar. Skulum gefa okkur það sé mánudagur. En ef að, og þá er hann í raun að byrja hérna megin og enda hérna megin. En eftir því sem að daglínan færist, við skulum segja hún sé komin hingað, þá er ennþá miðnætti akkurat hér er það ekki, en daglínan er komin hingað, þá er þriðjudagur á svæðinu hérna á milli. Og eftir því sem að daglínan færist lengra, hún er komin hingað, það er ennþá miðnætti hér því að sólin er alltaf á sama stað, þá er þriðjudagur hér, hann stækkar á meðan mánudagurinn minnkar. Svo ef við höldum áfram og miðnættislínan er áfram hér, og við skulum segja að daglínan sé komin hingað, þá er í raun mánudagurinn orðin pínulítill, miklu minna svæði, en þriðjudagurinn er miklu stærri. Af því að þetta er, sem sagt, daglínan fer þennan hring og þegar hún lokast og er aftur komið miðnætti á þriðjudaginum, þá er þriðjudagurinn búinn og þá fer að myndast miðvikudagur aftur á litlu svæði hér. Þetta getur skapað svolítið skemmtilegar aðstæður. Við getum ímyndað okkur svolítið ýkt dæmi, því að ef við fljúum í flugvél, sem sagt héðan og hingað, þá erum við á þriðjudagi, förum yfir á mánudag, svo aftur yfir á þriðjudag. Þannig að ef við ímyndum okkur þessi kona í flugvél sem er að fljúa, og við skulum gefa okkur að mánudagurinn sé 28. febrúar og þriðjudagurinn er þá 1. mars og hún er að fljúa í aðra hvor áttina, breytir svo sem engu í hvor áttina hún fer, og hún eignast tvíbura í vélinni. Hún eignast þann fyrri í sem sagt 1. mars á þriðjudaginum, en þann seinni, hún er að fljúa hérna, eignast fyrri, svo fljúi vélinn, hún eignast þann seinni. Þannig að sá sem að færdist á undan ámæli 1. mars, en sá sem færdist á eftir ámæli 28. febrúar. Og ef að það er síðan hlaupár, það var ekki hlaupár þegar þið fæddust, þannig að þegar það er orðið hlaupár, þá er sá eldri, hann á ámæli, sá yngri segi ég, sem er þessi hérna, hann á afmæli kannski 28. febrúar, en sá eldri á ekki afmæli fyrir 2 dögum setna, því að 29. kemur á milli þegar það er hlaupár. Þannig að þetta getur myndað svolítið ákvarðanlegar aðstæður, en þetta hefur verið sett upp stundum sem þraut. En þetta er í raun það sem að daglínan gerir.